Hingað kominn Þorsteinn Pálsson. Velkominn Þorsteinn. Ég ætla nú að byrja á því að spyrja það eins landsfund Sjálfstæðisflokksins sem framöndan. Nú spenna í loftinu fyrir þann fund og náttúrulega sérstaklega hvað varðar Evrópumálin. Heldur það dragi til einhverja tíðinda á fundinum, bara til þau? Það dregur nú alltaf til tíðinda á öllum landsfundum flokka. Ég geri nú ráð fyrir að þau verði rædd þar, en hvaða tíðindi verða að honum loknum, það ætla ég nú ekki að hafa neinn stór orð um. En menn spyrja sig, það náttúrulega þarna augljóslega fylkingar í flokknum, að Evrópusinnu fylking og svo fylking sem mjög mikið á móti Evrópusambandinu og það eiginlega spurning hvað sú fylking muni ná sterkum tökum á flokknum og hvort að Evrópusinnar fái þá eitthvað svigrúm innan flokksins. Já, mér sýnist að þeir sem eru andvígir aðild að Evrópusambandinu, þeir hafi nú verið fleiri í meiri hluta í flokknum. Já, ekki vona að það breytist á næstu vikum, en auðvitað það stóra spurningin hvernig flokkurinn samt tekur á þessu viðfangsefni, því að það mjög stór hluti stuðningsmannaflokksins sem vill ljúka þessum viðræðum og láta á það reyna hvort að við náum viðunandi samningi. Og ég nú þeirra skoðunar að allt sé það í mjög góðu samræmi við þá utanríkisstefnu sem við höfum fylgt og skipti mjög miklu máli varðandi endurreisn efnahagslífsins að við náum því að stíga þetta skref. Já, en það svona, ekki bara líklegast að það verði samþykkt á landsfundinum að slíta þessum, Bjarni Benediktsson, hann lýst því yfir að hann vilji slíta þessum viðræðum og að það verði sem sagt niðurstaðan að þessum fundi, að þeim verði bara, það verði farið í að slíta þessum viðræðum. Já, ég sé á skrifum til að mynda Vinstri grænna sem hafa nú verið svona annar aðalflokkurinn gegn Evrópusambandinu fyrir ári síðan, þá voru þar sterkar raddir að slíta viðræðunum og ályktanir þá voru fyrir þeirra fundi. Nú sé ég að sömu öfl í Vinstri grænum að tala að þessum viðræðum verði haldið áfram, en ráðherrarnir eigi bara svona verða heldur óþægari ljár í þúfu en þeir hafa verið. Þannig að meira sér þar þessi afstaða mildast. Við sjáum að það hefur verið undirskriftasöfnun í gangi að stöðva viðræðurnar, hún hefur ekki skilað árangri og skoðanakannanir benda til að mikill meirihluti þjóðarinnar vilji ljúka þessu. Já. Þannig að þó að skoðanir séu þetta skiptar og sennilega meirihluti þjóðarinnar á móti aðild þá vilja menn klára þetta verk. Og það auðvitað stór spurning hvernig landsfundurinn tekur á þessu. Já. Sko klárað þetta verk, það spurning, hvenær getum við klárað, þú hefur nú setið í samninganefndinni, hvenær getum við klárað þetta, menn ég veit að menn vildu gera þetta fyrir kosningarna 2013 sem eru ráðgerðar þá, gætu náttúrulega orðið fyrr, en svo það nú kannski spurning hvort að þetta sé ekki fyrir að dragast fram yfir þær. Já, ég hef alltaf verið þeirra skoðunar, alveg frá byrjun, að það þyrfti öflugri pólitískan bakstuðning við málið á Alþingi til þess að sé hægt að klára þetta, sem þýðir það að það þarf að þessi ríkisstjórn mun ekki að mínu mati ljúka málinu. Það hægt að komast áfram með það, en að mínu mati þá mun hún ekki ljúka málinu. Þannig að ég held að það sé alveg augljóst að því líkur ekki á þessu kjörtímabili. Nei, ríkisstjórnin hafi beinlínis ekki, já, hún náttúrulega sundruð í þessu máli. Hún of sundruð og til þess að það sé efnislega hægt að ljúka samningum að þá þarf auðvitað ríkisstjórn sem efnislega á þeirri skoðun að það eigi að ljúka samningum og tilbúin til þess að vinna því og verja íslenska hagsmuni í þeim samningum. En það auðvitað ekki fyrir hendi eins og sakir standa. Þetta náttúrulega sérkennileg staða þegar ákveðnir ráðherrar eru beinlínis að reyna að þvælast fyrir þessu eins og þau geta. Já, annar stjórnarflokkurinn náttúrulega beinlínis á móti aðild og ég held að það sé ekki hægt að skrifa þá einn af þeirra ráðherrum frekar en aðra. Það flokkurinn vinnur auðvitað gegn því að Ísland verði aðili að Evrópusambandinu og það kemur auðvitað fram í þeirra störfum. Já, en segðu mig, þú varst að flytja erindi á sjávar útvegsráðstefnunni
Evrópumálin og mér heyrist eða sýnist á þessi ræðu þú teljir að það verði hægt að ná góðum samningi varðandi sjávarútvegsmálin. Ég fullyrti það nú ekki og hef ekki fullyrt það. Nei, en það liggur nú svona samt í því sem þú ert að segja. Ég tel hins vegar að það séu líkur á því eða möguleiki á því að það sé hægt og margt sem bendir til þess en menn get ekkit fullyrt það fyrir en að á reynir. Ég bendi á að framkvæmdastjóri sjávarútvegsdeildar Evrópusambandsins var nýlega að tala á Írlandi með mjög sterkar skoðanir að breyta evrópska kerfinu í átt til þess sem við höfum haft. Já. En þar kemur hinn hluti vandans að sterkasta vopn okkar til þess að fá sérstöðu okkar viðurkennda sá árangur sem við höfum náð með fiskveiðistjórnarkerfið. Já. Og nú þegar við ætlum að hverfa frá því og taka upp fiskveiðistjórnun sem mjög í ætt við það sem verst hefur verið innan Evrópusambandsins, þá kippum við burtu eiginlega eina vopninu sem samninganefndin hefur til þess að fá okkar sérstöðu viðurkennda. Þannig að ríkisstjórnin að vinna mjög einarlega gegn þeim möguleika að við getum fengið viðunandi niðurstöðu í sjávarútvegsmálum með þeim breytingarhugmyndum sem hún með á borðinu í sjávarútvegsmálum. Þannig að þínu mati þá stefnir hún í tvær áttir á saman tíma? Algjörlega í tvær áttir. Já. Og þar eru báðir stjórnarflokkarnir virðast vera sammála svo merkilegt sem það nú er. En segðu mér, menn hafa nú, svo við förum út í þessi mál sem að menn hafa haft mestar áhyggjur, það það að hér kunni alltaf fyllast af erlendum togurum og að hér það verði opnað fyrir fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútveginn og síðan að við fáum minni yfirráð yfir því að semja flokkustofna eins og til dæmis makrílinn sem hefur verið að ganga hér inn. Reglan hlutfallslegan stöðugleika og hún tryggir það að við höldum okkar veiðireynslu á staðbundnum stofnum. Stóra viðfangsefni þar að tryggja að sú regla verði viðvarandi og þar getum við bent sem sagt á mikilvægi og efnahagslega þýðingu sjávarútvegsins og þann árangur sem við höfum náð. Þess vegna svo mikilvægt að henda ekki þessu sterkasta vopni í burtu. Varðandi samninga flokkustofna, þá erum við auðvitað skuldbundnir samkvæmt alþjóða hafréttarsáttmálanum að semja slíka stofna. Í sumum tilvikum erum við í veikari stöðu að gera það innan Evrópusambandsins. Ég hugsa að það eigi við makrílinn. Í öðrum tilvikum værum við í sterkari stöðu þar sem Evrópusambandið myndi þá beita öllu afli sínu gegn þriðju aðilum sem við erum að semja við. Þá Rússum og Norðmönnum. Þannig að sömu tilvikum erum við í veikari stöðu, öðrum tilvikum kunum við að vera í sterkari stöðu. Nú varðandi fjárfestinguna þá það svo að Danir hafa tryggt efnahagsleg tengsl sjávarútvegsins við landið með búsetuskilyrðum og það hefur gengið ljómandi vel. Þannig að ég held að það séu miklir möguleikar í því að við getum tryggt okkar stöðu ef við höldum skynsamlega á málum og stöndum saman það að ljúka þessu. Og ég held líka að það sé miklir hagsmunir fyrir sjávarútveginn að horfa á þetta út frá heildarhagsmunum því að það er nauðsynlegt að breikka efnahagsgrundvöll þjóðarbúsins að fá hér fjölbreyttari atvinnustarfsemi og fjölþættari verðmætasköpun til þess að standa undir velferðarkerfinu. Meinarðu að sjávarútvegurinn sé ekki nóg? Sjávarútvegurinn ekki nóg. Ef okkur tekst ekki að auka fjölbreytnina, þá þurfum við að leggja allt og þungar byrðar á sjávarútveginn til þess að standa undir velferðarkerfinu. Þannig að það eru hagsmunir hans að taka þátt í því að auka fjölbreytnina. Líklegasta leiðin til að gera það í gegnum þann stöðuleika sem við fáum með þessari aðild. Þannig að það engin vafi í mínum huga að þarna fara hagsmunir sjávarútvegsins og þjóðarinnar í heild saman.